Samfélagi hérna í Fríkirkjunni svolítið sérstakt. Já, það er það. Opið? Opið. Hér er fólk úr öllum stéttum, allur aldurshópur. Hér má klappa og hér má hlæja. Má hlæja? Já, það má hlæja og gráta. Já. Allir eiga að finna sig velkomna. Og andrúmsloftið getur við sagt, frjálslynt? Já, það myndi ég segja. Og svona umburðarlynt. Og hér er fólk opið fyrir nýjungum. Tónlistin til dæmis endurspeglar það. Hún er ekki hefðbundin kirkjutónlist. Hér er djammað? Já, jazzað. Hér er jazzað. Og skemmtilegu barnakór sem poppar upp hlutina. Þannig að fólki líður vel um? Já, ég myndi segja það. Stundum pínu kalt. Ef svona næðir á norðan, þá getur verið svolítið kalt. Það er rétt. En annars mjög gott? Já. Listakonan Steinunn búin að tilheyra þessum söfnuði frá fyrstu tíð? Já, ég er bara búin að vera hérna frá fæðingu til. Og hérna mikið á æskuminningum með mitt tengdar Fríkirkjunni. Og þetta er svolítið sérstakur söfnuður? Já, mjög sérstakur söfnuður og svona skemmtilegur að því leit til að þetta er ekki hverfiskirkja heldur, þetta er bara svona heimskirkja næstu. Allavega Reykjavíkurborgarkirkja á þessum í hjarta Reykjavíkur. Og fólk er hér af öllu tagi? Já, öllu tagi og það er einmitt það sem er svo fallegt við þessa kirkju. Hún er svona, frí kirkja, tengd frelsi svolítið. Og talandi tengsl, afinn var prestur hérna? Jú, afi minn Árni Sigurðsson, hann var prestur þessi herramaður hér? Hann, í allri sinni dýrð. Og hérna, þannig að ég sem sagt náði ekki að hitta hann, hann dó áður en ég fæddist, en amma mín, Bryndís, sem var hérna mjög sem sagt aktív í kirkjunni og sá kvenfélagið og hún náttúrulega lifði svo lengi eftir mann sinn. Þannig að sko hans andi sveif mjög yfir vötnum og við fórum gjarnan í náttúrulega aðfangadag alltaf og gerum enn reyndar. Þannig að og ég man sérstaklega eftir því að mér var stundum pínu óþægilegt, mamma söng svo hátt sko. En þetta hefur alltaf verið einhvern veginn svo nátengt og ég á ýmislegt sko frá honum, meðal annars þetta sem langaði svolítið til að sýna þér. Já, veitu hvað er þetta? Þetta er stendur, séra Árni Sigurðsson. Og þetta er Tíminn hefur nú aðeins tekið í þennan. Þetta er kraginn, jafnvel bara þessi sami kragi sko. Og þetta á þú? Já, þetta á ég upp í skáp og bara geymi bara þvílíkt og passa. Þannig að það er ýmislegt til. Þessu verður ekki hent? Nei, þessu verður ekki hent, það er alveg. En finnur það í þínum verkum að þú ert komin að prestum? Sko, já, það er nú svo skrítið. Ég hef nú stundum sagt sko í svona viðtölum að sko ég er komin af guðfræðingum bara og báðum ættum og einhvern veginn hefur það kannski seitlað út í það að verkin eru kannski svona aðeins andlega sinnuð, getur við sagt á þessu leyti. Það er tenging að það einn á milli? Það er einhver tenging, sko. Og þú getur verið þakklátt fyrir það? Já, mjög svo og ánægð með það.